Þegar við kíkjum hérna á hönnunarverkefnið, þetta lítur einhvern veginn cirka svona út. Við erum með einhvern sleða hérna og honum er skotið af stað. Þannig að ef við köllum þetta punkt A, þá getum við sagt að orkan í punkti A er sama og stöðorka hans af því hann er í ykkur ákveðinni hæð, pluss hreyfiorka hans af því hann fær einhvern ákveðinn hraða í upphafi. Þannig þetta getur reiknað út. Þetta er fyrsta skrifi í dæminu. Og það sem gerist hérna er á leiðinni niður hérna þessa brekku. Og þá getum við sagt að núningskrafturinn, það er núningur á leiðinni niður. Þannig að vinna núningskraftsins er mínus 21 kílójúl. Kíló er hérna 1000. Og við vitum það að þetta er samband milli vinnu núningskrafts og aukningu í varmaorku. Þannig að delta Q hérna á leiðinni niður er 21.000. Því bara það að það er núningur og þá eykst varminn 21.000. Hérna þegar hann kemur í mark, þá er hann með einhver orku sem er svona, nema það að það er engin stöðorka. Hann er neðst niðri, stöðorkun horfin, delta Q-ið, það er þetta, ég ætti ekki að segja akkurat mínus 20.000. Svona. Það er sem 21.000. Og þið vitið þetta hérna, af því að ég kannski fara aðeins og rætti nefnir, en þið vitið það að orkan í punkti A er sama á orkan í punkti B og er sama á orkan í punkti C. Orkan er alltaf svo sama, hún er bara breytt form. Þannig að þið getið reiknað hérna í punkti B, getið reiknað út hreyfiorkuna. Þannig að í punkti B þá er með ákveðna hreyfiorku og það sem gerist hérna á lokakaflanum, þessu 50 metra langa kafla, það er einhver núningskraftur, F0, og hann er að taka alla þessa stöðorku og minnka hana niður í 0, að það hérna stoppa sleðin. Þannig að þessi hreyfiorka í punkti B, hún hverfur. Hún hverfur og hún breytir form, hún verður varmi. Þannig að ég get sagt, frá þessu punkti B yfir þennan punkt C, að þá er eitthvað aukning í varma. Það er eitthvað ákveðið delta Q. Þessi aukning í varma á þessum kafla jafngildir því bara hver er hreyfiorkan í punkti B. Ok? Þannig að ég veit hvað er aukning í varma á þessari leið og ég veit að þessi aukning í varma, það er bara út af núningskraftinum að framkvæma ákveðna vinnu. Þá er ég komið það. Ég er komin á off-screen. Sem vitum við að vinna núningskraftins er ekkert annað en krafturinn frá núningskraftinum sinnum vegalengdin sem hlutinu fer, sinnum kósinus af þessu horni þeta sem við erum búin að fara nokkur yfir. Hérna ertu að hafa alveg nóg til þess að tækla þetta dæmi. Gangi vel.